En við byrjum á eldfimu máli úr Háskóla Íslands og Brynja tekur við. Já, fyrir nokkrum vikum skilaði sérstök rannsóknarnefnd skýrslu störf siðanefndar háskólans sem vart er hægt að túlka öðruvísi en áfellisdóm yfir henni og stjórnsýslu skólans. Málið snýst hvernig siðanefndin tók á kæru samtakana vantrú á hendur stundakennara við guðfræði og trúarbragðafræðideildina, en vantrú taldi kennaran hafa dregið upp ranga mynd af samtökunum í kennslu og kynnt þau sem orðljóta fylgismenn Richard Dawkins og sem leggja trúmenn í einelti og kynda undir kynþáttahatri og ofbeldi. Þetta er fjallað ítarlega í sunnudagsmokkanum í gær, en það er í stuttumáli niðurstaða rannsóknarnefndarinnar að siðanefndin sjálf hafi sniðgengið siðareglur háskólans með meðferð sinni á kærunni. Eftir situr kennarinn, hann var borinn þungum sökum og hann er með lögfræðikostnað upp á 2 milljón. Þessi kennari er Bjarni Randver Sigurvinsson, hann er sestur hérna hjá mér. Velkominn. Takk. Varst þú að kynna vantrú sem hættuleg öfgasamtök í kennslunni hjá þér? Hvers vegna varstu að fjalla vantrú í tímum þess? Ég var alls ekki að fjalla vantrú á nokkurn hátt sem hættuleg samtök. Ég lít þvert á móti svo á að vantrú sé mjög áhugaverð hreyfing sem hafi haft mikil áhrif á trúmálaumræðu á þessari öld, alveg frá því snemma á þessari öld þegar upphafsmenn vantrúa fara að skipuleggja sig og sem verður síðan til þess að þeir stofnsetja sinn vef vantrú.net og síðan is og stofna síðan félagið. Og ástæðan fyrir því að ég er að taka þetta félag fyrir einfallega svo að mér er uppálagt sem stundakennara að fjalla nýjar hreyfingar hér á landi í þessu námskeiði sem mögulega er hægt að flokka sem trúarlegar og fræðimenn eru að sjálfsögðu ekki á einu máli það hvernig eigi að skilgreina trúarhugtök. Ég kynni fyrir nemendum mínum ýmis flokkunarkerfi í þeim efnum og læt nemenduna veg og meta hinnar ýmsu hreyfingar sem ég tek til umfjöllunar, hvers konar félagslegar hreyfingar þetta eru og hvort hægt sé að flokka þess sem trúarlegar og þá á hvaða forsendum og sem sagt að gera þetta allt saman með gagnrýnu hugarfari og ég fylgi þar greiningu bandaríska trúarbragðafræðingsins J. Gordon Melton fer eftir fjölskylduflokkunarkerfi hans á hinum ýmsu hreyfingum og í þessu tiltekna dæmi var ég að fjalla guðleysishreyfingar sem hann setur undir hatt frjálslyndu fjölskyldunar og ég varði tæpri kennslustundi að fjalla þessa mjög svo áhugaverður hreyfingu sem vantrú er. Þeir eru mjög ósáttir. Þeir telja þú sért að taka þarna úr samhengi, þú sért að í rauninni að sýna þá sem einhvers konar öfgasamtök. Það er glærupakkin á síðunni hjá þeim frá þér, þar sem er verið að ræða megin einkenni þeirra sem er með málflutning Dawkins í heiðri, að þeir smáni það sem er öðrum heilagt, þeir umberi ekki trúarjátningu og opinberum vettvangi, þeir skerði málfrelsi trúaðra. Þeim finnst þetta allt of langt gengið. Hvers vegna er þetta? Enginn þeirra var viðstaddur þessa kennslu og það voru fjölmargir nemendur í þessu námskeiði sem eru yfirlýsti guðlýsingar og trúleysingar kom síðar í ljós þegar fóru að skrifa greinargerðir fyrir aðra háskólakennari og öðrum deildum sem voru að rannsaka máli eftir að kæran hafi verið dregin tilbaka. Við lítum margir svo á að ég hlyti að vera sjálfur trúleysingi eins og þeir. Þeir sá ekkert athugavert við framsetningu mína og kæra vantrúar og gagnrýni þeirra á mig byggist fyrst og fremst á getgátum þeirra sem í tengslum við fjölmargar tilvitnanir sem ég tek úr skrifum þeirra víðsvegar og opinberum vettvangi af vantrúarvefnum, af bloggsvæðum þeirra, úr fjölmiðlum, úr dagblöðum til þess að draga upp heildarmynd sem draga upp dæmi úr sem flestum áttum þegar ég er að fjalla hvers konar félagsleg hreyfing þetta er út frá þeim forsendum sem voru lagðar, fræðilegu forsendum sem voru lagðar til grundvallar í námskeiðinu og þeir sýna það í kærunni og í sínum skrifum og þeir hafa ekki hugmynd það út frá hverju var gengið eða hvaða skilgreiningar voru notaðar í þessum efnum. Nei, en það sem að gerist næst er það að þeir kvarta undan þessu en þú veist ekki af því fyrir en
mörgum mánuðum seinna? Sko, 4. febrúar 2010, sem sagt eftir ég hafði kennt námskeiði önnina áður, þá hringir Pétur Pétursson, deildarforseti þáverandi og umsjónarmaður námskeiðsins í mig og tilkynnir mér að ég hef verið kærður. Reynir Harðarson, formaður vantrúar, sálfræðingur, hafi komið á hans fund og afhent honum kæru til deildarinnar. Og ég fæ síðan daginn eftir þessa kæru í hendur og get skoða hana. Og Pétur Pétursson biður mig fyrir alla muni að ekki tjá mig neitt um þetta opinberlega. Hann reyndi að meta kæruna strax mjög léttvæga, biður mig að skrifa greinargerð sem er hægt að afhenda vantrú og segir að ég hafi allavega nokkrar vikur í það, ég þurfi ekkert að flýta mér í það, en ég hef hins vegar brennandi áhuga á þessu, sest niður, byrja strax að skrifa og fljótlega byrja vantrúarfélagar að skrifa, birta hverja greinina á fætur annarri gegn mér. Ég ákveð að bregðast ekki við því þar, heldur bara taka saman gagnrýnina alla og útskýra samhengi með glærunum og sem sagt í febrúar, mars á Bólakaf ég skrifa greinargerð sem verður 197 blaðsíður og og þegar ég er langt komið með hana, ég er ekki búinn með hana, þegar ég er langt komið með hana, rúmum það bil 1,5 mánuði eftir að ég er kærður, að þá frétti ég frá þriðja manni, reynda Pétri, að ég hafi líka verið kærður fyrir siðanefnd Háskóla Íslands. Og Pétri er virkilega brugðið vegna þess að hann frétti það frá öðrum prófessor sem hafði formaður siðanefndar, hafði haft samband við, að ég hefði verið kærður og að siðanefndin liti kæruna graf alvarlegum augum og Pétur hringir umsvifalaust í formann siðanefndin og fær það staðfest að þetta sé litið graf alvarlegum augum og nefnt fjölmörg dæmi eins og það til dæmis að það sé graf alvarlegt að ég sé að nefna Helga Hóseðsson á nafn á þeim tímapunkti þegar hátt í 40.000 manns á Facebook að óska eftir því að minnismerki sé reist af honum eða ég vil stytta. En það er eitt af því sem rannsóknarnefndin fann að þú fékkst ekki að koma þínum sjónarmiðum að. Já, vegna þess að til dæmis sko, lengst af þá hefur siðanefndin ekkert samband við mig. Ég fæ kæruna til dæmis ekki í hendur fyrir en það sem eru tilgreindar þær siðareglur sem ég hafa brotið, sem var annars eðlis sem fór til deildarinnar, fyrir 3 mánuðum rúmum eftir að ég var kærður og ég er ekki kallað fyrir siðanefndin fyrir 8 mánuðum eftir að ég er kærður. Og meðan er verið að reyna að miðla málum? Já, sko, siðanefndin tekur þá ákvörðun að sniðganga mig algjörlega og reyna að fá Guðfræði- og trúarbragðafræðideildina eða deildarforseta til þess að sættast við vantrú og það er náttúrulega sakfelling í því fólkinu að fara með einhvað í sáttaferli þá þýðir það að það er eitthvað og siðanefndin sem sagt í gegnum Þórð Harðarson formann hennar þrýstir ítrekkað á Pétur Pétursson að sættast við vantrú í nafni deildarinnar með því að játa mistök. Já, og síðan þetta hefur verið mistök sem þú hafi gert þarna og beðist afsökunar og í því fælist brot og 14. En á þetta var ekki fallist? Nei, sko, 14. apríl 2010 þá hringir Pétur Pétursson í mig og hún er mjög brugðið og hann segir mér að Þórður Harðarson hafi haft samband við sig og lesið fyrir sig tillögu sættir sem siðanefndin vildi leggja fram fyrir deildin og krefðist þess að deildin myndi samþykkja til þess að klára málið. Það Þórður ekkert samband haft við mig og það kemur ljós í gögnum sem var leikið til mig löngu síðar að hann er búinn að vera í nánum fundum með formanni vantrúar á sama tíma Reyni Harðarsyni meðal annars á sínu eigin heimili þar sem Reynir hefur eftir honum að Þórður segir að mér verði bara fórnað. Þetta er annað sem rannsóknarnefndin finnur að þarna séu óformleg samskipti á milli nefndarmanna og annars málsaðilan sem er ekki mjög gagnsætt. Á svipuðum tíma færð þú útprentuð gögn? Nei, það er haustið 2010. Já, það er það sem gerist næst. Þú færð gögn það sem er verið að fjalla þig, það sem að vantrú er að fjalla þig og það er í þessari möppu. Já, þetta er allt það sem ég fekk hérna. Þetta er allt þig? Sem að vantrúmenn hafa verið að skrifa þig? Þetta er umræðuþráður sem heitir Söguskoðun Bjarnar Randvers og þetta er alfarið mig. Já. Þarna kemur fram ýmislegt, það er notað mjög gróft orðalag á stundum, mjög gróft, svo gróft að ég ætla ekki að fara að hafa það hér eftir, en vantrúamenn
eru mjög ósáttir við að brot úr þessum ummælum sé dreift. Segja þau slitin úr samhengi, þetta séu setningar sem eru sagðar á lokuðu spjallsvæði, ekki ætlaðir öðrum heldur en þeim sem þar hafa aðgang og þú sért með því að dreifa þessu að láta þá líta út fyrir að vera eitthvað öfga skrímslafélag. Það mjög skiljanlegt að þeir séu ósáttir við það að brot þeirra séu upplýst, brot sem átt að fara leynt. En hins vegar lítið svo á að umræðuvefur þar sem hátt í 200 manns hafa aðgang að, þar meðal starfsmenn og jafnvel yfirmenn hjá Háskóla Íslands og nemendur hjá Háskóla Íslands, sé ekki algjörlega lokasvæði. Þetta er mörgleyti hliðstætt Facebook og þegar er að ræða brot, jáfnvel stórfelld brot sem eru framin, þá ber að upplýsa þau. Og brotin sem birtast þarna er ekki síst í formi eineltis, með þess að formaðurinn sjálfur, Reynir Harðarson sálfræðingur, lýsir þessu 17. mars 2010 sem einelt og það er í tengslu við annan einstakling það sem hefur að ræða með það hvort að eigi að leggja hann líka í einelti og áður en að kæran er lögð fram í janúar 2010 að þá talar Reynir Harðarson, sálfræðingur og formaður Vantrúar það að spyr hvernig sé best að hæðast að þessu flóni og félagar hans að tala þetta sem eina allsherja árás á mig og þeir skipuleggja sig þarna með aðgerðum, senda greinagerðir á fjölmiðla til þess að grafa undan mínum trúveruleika með stöðugan þrýsting á stjórnsýslu Háskóla Íslands og rektor. Og þessum tímapunkti færðu þér lögmann? Þegar ég fæ þessi gögn í hendur og jafnframt að þeirra yfirmenn mínir í Háskóla Íslands upplýsa mig samtöl þeirra við siðanefnd Háskóla Íslands og þáverandi formann siðanefndar Háskóla Íslands í málinu hvað hann er að segja og kemur ljós að afstaða hans er algjörlega í anda Þórðar Harðarsonar sem var fyrri formaður siðanefndarinnar að þá sjá ég og mínir ráðgjafar meðal háskólakennarar sem eru fjölmargir og flestir hverjir prófessorar að þá sjáum við enga aðra leið en að fara ráðum lögfræðings Háskóla Íslands sem skrifa mér og ráðleggur mér sumari 2010 að leita ráða hjá lögfræðingi. Það sem að gera síðan er að það eru 40 háskólakennarar sem skrifa bréf til Háskólaráðs og lýsa stuðningi við þig og gagnrýna málsmeðferðina. Vantrú dregur síðar sínar kvartanir tilbaka í kjölfarið á því að sama dag og þetta bréf berst. Rannsóknarnefndin fer yfir málið, skila niðurstöðu sem er áfellisdómur yfir siðanefndinni og sigur fyrir þig. Nú situr þú með útlagðan lögfræðikostnað upp á ríflega 1,3 milljónir. Hvað ætlar að gera næst? Ég tel eðlilegt að háskólinn borgi þennan lögfræðikostnað og ég vil fara fram á það og ég vil fara fram á það að háskólinn bæti alltaf tjón sem hefur orðið fyrir. Það er grafalvarlegt mál hvernig siðanefndin hagaði sínum störfum eins og til þess skýrsla rannsóknarnefndar Háskólaráðs sýnir fram á. Þú hefur nú fengið svona fyrstu viðbrögð við því að það sé ekki heimilt að greiða þennan kostnað fyrir þig? Eftir fund Háskólaráðs 13. október 2011 þá fékk ég bréf frá rektor þar sem kom efnislega fram að öllu jöfnu þá væri kostnaður sem hlytist af málsmeðferð hjá siðanefnd ekki á ábyrgð háskólans. En í ljósi þess hvernig siðanefndin hélt á málunum og að þarna erum að ræða brot sem ég vil staðfesta rannsóknarnefnd Háskólaráðs að þá tel ég Háskóla Íslands ábyrgan fyrir þessu. Ég veit að ég er ekki einn í þessa skoðun. Það er fjöldi háskólakennara einnig á þessari skoðun. Já, þetta snýst, segja menn og þú leggur mikla áherslu á þetta snúist akademískt frelsi kennarans. Algjörlega. Að hann geti notað aðferðir sem hann vil nota í kennslu á þess að sitja undir þrýstihópum sem að vilja hafa áhrif á það hvernig hann leggur sitt fram.
Ég lít svo að ég hafa engan hátt brotið siðareglur Háskóla Íslands í þessum efnum og þegar maður les kæru vantrúar þá ljóst að þeir vilja fyrst og fremst kynningu á sér út frá sínum eigin forsendum. Þeir skamma mig fyrir að vera ekki að taka fyrir gagnrýni að vera á vinaleiðina og tengsl ríkis og kirkju og það fram eftir götunum, en auðvitað fjalla ég þessa hluti þó svo að ég á glærunni séu fyrst og fremst tekin dæmi til að skoða þetta frá ýmsum hliðum hvað varðar formgerð hreyfingarinnar sem slíkrar. En þetta hefur ekki haft áhrif á ferilinn, þú ert enn að kenna? Ég hef notið gríðarlega stuðnings fjölda háskólakennara, 10 háskólakennara sem hafa veitt mér mikinn stuðning. Þar að auki þá sýnir þessi skýrsla rannsóknarnefndar Háskólaráðs fram á það að málsmeðferðin hjá siðanefnd Háskóla Íslands hafa bara allt að henni og ég lít svo á að vantrú hafi á engan hátt tekist að sýna fram á brot að minni hálfu, en hitt er annað mál að siðanefndin, og það hluta brotum siðanefndina og hluta til líka stjórnsýsluna sem blanda sér inn í málið, þau hafa látið vantrú fá ýmislegt upp í hendur sem félagið síðan notar í aðgerðum sínum gegn mér, eins og til dæmis þessi sakfellandi sáttatillaga frá 16. apríl 2010 þar sem var verið að neyða deildina til þess að sakfella mig, þar sem segir til dæmis siðanefnd ekki tilbúin að gera róttækar breytingar á tillögunni, þetta hugmynd siðanefndar að sáttum, eins og getur minniháttar orðalagsbreytingar verið til skoðunar brýna nauðsyn ber til og það segir deildarforseti og varadeildarforseti guðfræðideildar viðurkenna og harma kennsluefni felur ekki í sér hlutlæga og sanngjarna umfjöllun félagi vantrú, málstað þess og einstaka félagsmenn. Og þessi krafist af deildinni og hún fallist á þetta þegar að siðanefndin hefur ekki uppfyllt sína rannsóknarskyldu og formaður siðanefndar Þórður Harðarson með þess að búin að neita að ræða við mig, funda með mér, taka við þessari greinargerð því vinnslustigi sem hún var á að hlutaði heild, að hlusta á tillögum mínar það hvernig hægt að koma til móts við gagnrýni vantrúarfélaga. Við verðum að setja punktinn hér, við höfum eftir að fylgjast með þessu máli frekar, það sé ekki fyrir endan á því. Þakka þér fyrir. Takk sem leys.